Okkur barst á netinu upplýsingar egg. Já, ekki páskaegg. Nei, nú eru páskaeggin að baki en það eru þessi egg sem við þekkjum, hænueggin. Og svona meða við lestur þessa fróðleiks eggin og þá sér maður að eggin hafi verið höfð fyrir rangri sök í nokkuð tíma. Ó. Og því haldið að fólki að þessi herramannsmatur sé óhollur. Það var ekki kólesteról er svona tengt þessu eitthvað með svona voðalegu yfirbræði. Já, og svo fleiri egg sem að finna í þessari orku sprengju sem eggið eins og D-vitamin og fleiri efni en til þess að meta þetta þá leitum við til Steinars B. Aðalbjörnssonar hjá Matís, sælulegs. Sælir, takk fyrir að með þettinum. Takk að þið fyrir að svara okkur en þetta með eggin tekur undir það að það hefur verið búin til ákveðin gríla þennan mat. Má ekki vera meir en 1 egg á dag, það er svona ráðlaðu dagskammtur. Ég held að vera 1 egg á dag sé svolítið mikið en þau hafa algjörlega verið orðið fyrir rangri sök og ég maður allan að þegar ég var yngri það var alltaf að tala að eggin væri fullt hús matar og ég trúi því ennþá að það sé bara allt gott þau að segja. Og málið er það að það sem er kannski svolítið mikilvægt að muna að í eggjunum eru fullt af góðum efnum eins og þið nefnduð. Það eru góð efni fyrir sjón og augu, fyrir minni, fyrir frumur, fyrir rauðu blóðkornin, taugafrumur og fleira. Þannig að eggin eiga alveg klárlega rétt á sér hvað þetta varðar. Og svo líka það sem að þið myndist á varandi kólesterólið. Það hefur verið tengt háu kólesteróli að neyta kólesteróls úr mat en það er ekki rétt og mjög mikilvægt að muna að hátt kólesteról í fæðu er ekki uppáskrift að hátt kólesteról í blóði heldur í raun og veru eru það heildarmagn fitu og sérstaklega magnað mettuðum fitusýrum og transfitusýrum sem skipta máli. Það er að segja fita sem er hörði borðstofuhita eða stofuhita og síðan transfitu sýrurnar sem er hægt að finna í matunum sem eru með ákveðni fitu sem hefur verið breytt. En er skipti máli hvernig eggið er meðhandlað? Það er að segja, það er að sjóða það, harsjóða það, linnsjóða það, spæla það, skiptir það máli? Heldur það alltaf svona þessum innihaldsefnum? Já, svona mestuleita, það er alltaf þegar þú átt við mat, þú setur á það mikinn hita eða eitthvað slíkt að síður þau einhver tíma og þá er hættan svo að eitthvað næringarefnunum losni frá. Þannig að þegar þú síður að þá sáralítið sem náttúrulega fer út úr egginu, það er lok læs nánast, þannig að það er allt sem er að góða egginu við suðu, það helst inn í egginu. Þannig að ég held að þetta er rosalega þarft mál að tala vegna þess að fólk er ruglað í þessu. Kólesteról í blóð og kólesteról í mat, akkur er það ekki það sama? Og ég skil það mjög vel, en þetta er ekki sami hlutur og til dæmis börn sem fá brjóstamjólk. Brjóstamjólk er rosalega há í kólesteróli. En þeir einstaklingar, það er búið að sýna fram á það að þeir einstaklingar eru betur í stakk búnir til að vinna á kólesteróli síðar á ævinni eftir að fengja svona mikið kólesteróli í brjóstamjólki upphafi. Þannig að ég að gera að koma þessu umræðu á stað og allir að fá sér 1 egg. Ég meina fullt út hús matar og það er alls konar gottir í þessu. Já, þó þetta sé ekki páskaegg. Þó þetta sé ekki páskaegg. En það veistu það, Þorgeir, það má nú reynda líka fá sér páskaegg. Við næringarfræðingarnir viljum nú að þetta sé allt í hófi og en ekki 1 á dag. Allan einu ári fáum maður sér páskaegg. Nei. Gott að hafa nammidag í viku, það hendar mjög mörgum og egg eiga alveg klárlega rétt á sér í holl og góðu matari og sem dæmi 1 egg er 80 hitaningar. Það er bara góð millimál fyrir smávaxna mannesku. Já. Lins og egg með smá piparón á, frábært millimál. Tökum við það, Steinar B. Aðalbjörnsson hjá Matís, næringafræðingur, kæra þakki fyrir þetta. Takk. Já, það eru margar mýturnar hérna sem og kannski það starraði aðtryggsast þetta með unga börnin. Já, og kólesterólið.